Já, góðan daginn. Við erum mættir hérna, Jón og Magnús, og ég heiti Jón Þorvaldur Heiðarsson og er við Háskólann á Akureyri. Já, sællust Jón, gaman að hitta þig aftur. Magnús heiti ég, Björnsson og vinn við Háskóla Íslands. Og í dag þá ætluðum við að fara austur eftir sem er nú svona svolítið þitt svæði, Maggi. Við ætlum að tala um heimsókn Trump til Kína sem var fyrir nokkrum dögum síðan. Og síðan er Putin líka búinn að koma í heimsókn og við ætlum að tala um það í öðrum embandi. En Trump kom þarna og hvernig svona leit þetta út frá þér séð? Fékk hann góðar viðtökur? Já, Trump kom þarna í heimsókn sem reyndar hafði nú frestast held ég 1 mánuð út af vandræðum hans í Íran. En hann lét sig nú hafa það fara þarna og það mál hafði ekki verið leyst og var tekið bara sannarlega vel á móti honum. Það var þetta er nú bara mörgleiti svona söguleg heimsókn hvað varðar viðhöfnina sem var höfð við hann. Því að auðvitað náttúrulega þetta klassíska að taka móti þjóðhöfðingju við höll alþýðunnar og heiðursvörð og börn að halda á fánum og blómum, þetta er svona klassískt. En svo þess utan fór hann í ferð með síum himnahofið sem er svona gamalt hof frá myndtímanum þar sem keisarar fóru á vorin og báðu fyrir góðri uppskeru. Þannig að það er svona kannski tákrænt aldrei. Og síðan bauð honum semst í bara í te og spjalli í sérst á svona því svæði þar sem leiðtogar Kína eru búa og dvelja reglulega, sem er almennt ekki hefðin þegar þjóðin ekki að koma að heimsækja Kína. Þannig að hann fékk mjög svona höfðinglega móttökur má segja. Gerði hluti sem kannski almenni leiðtogar fá ekki að gera. Hann nefndi nú held ég við hann þegar Trump spurði hann náttúrulega er hégóma gjarn blessaða kallinn, eins og við þekkjum. Já. Og hann spurði sí hvort hann hefði nokkuð tíman áður boðið erlendu þjóðhöfðingja inn á svona sem segja inn á heimili sitt bara. Og ég held og sí svona brosti í kappinu og sagði nei, ekki mörgum, en Putin hefur komið hérna. Þannig að það var svona gaman að því. En þetta er þá sem sagt staður þar sem er ekki verið að bjóða Macron og Starmer og svona þegar þeir voru að koma? Algjörlega, það var þessi svona seinni hlutin að þessu upptalningu hjá mér, þeir fengu ekkert svoleiðis. Nei. Kannski útúrdúr, nú er Indland orðið stærsta land í heimi og þarna í Asíu og já, stærsta í því tilliti fjölmennasta. Já. Og þeir elda nú svolítið grátt silfur, Indverjar og Kínverjar. Hefur indverskur leiðtogi einhvern tímann komið til Kína? Já. Það hefur gerst. Já. Það er náttúrulega þetta BRICS samstarf sem er á milli þessara þjóða og þeir fundir eru alltaf haldnir reglulega held ég hverju einasta ári þá er haldinn svona leiðtogafundur BRICS. Já. Þannig að það komið einn af mörgum sem sagt. Já, það róterar þá á milli landana. Þetta er náttúrulega orðið fleiri lönd núna, þetta voru náttúrulega bara þessi 4 og 5 lönd uppalega. Já. Þannig að þá er alltaf heimsóknir auðvitað. Já. Jú, hann hefur komið til Peking. Móti hafi komið þangað, mér segja. Fékk hann svona höfðinglegar móttökur? Nei, ég held að það hafi bara verið meira svona bara fundur og ekkert sérstaklega mikið viðhaft þannig. Nei. Annars man ég ekki nákvæmlega hvernig það var. Nei. Já, þetta er út úr en Trump náttúrulega er búinn að fara mikinn meðal sinna bandamanna og koma þeim eiginlega öllum upp á móti sér og eyðileggja sambönd og öll þessi vínalönd eiginlega Bandaríkjanna hafa svona verið að reyna að milda þetta eins og þau geta með því að meðal annars að sleikja upp Trump. Já, og fara hann fögrum orðum og allt það. Og meðan hann bara er með dónaskap á móti. Já. En hvernig var þetta þarna í Kína?
Var Xi að sleikja upp Trump? Nei, ég held nefnilega að Kína hafi þetta verið svona Trump komin hinum við borðið held ég. Mér sýnst ég gat ekki betur séð heldur en það var bara Trump sem var að sleikja upp Xi Já, bara já. alveg eins og ég veit ekki hvað. Já, hann virðist vera, hann dálítið, ég áttum ekki á hvort það sé einhver taktík hjá honum eða hvort það sé alvöru tilfinningar hans gagnvart Xi en hann virðist hafa allavega þegar svona opinberlega þá bjallar hann alltaf til að tala alltaf frekar vel Xi sem dálítið sérstakt. Nei, já, ég held að það hafi verið þáttin en Kínverjarnir nú ekkert voðalega mikið fyrir þess að vera að sleikja einhver aðra upp þannig að nei, það Xi svona brosir í kampinn yfir þessum yfir þessu flæðri í Trump en ég held að Trump væri allavega ekki gagnkvæmar viðtökur, ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Nei. Það kemur á þessum málum. En það hefur bara eins og þegar þessi tollamál voru náttúrulega sem mest og allir voru þá að reyna að sleikja upp Trump til þess að fá góða samninga og þá voru þau einu sem að bara létu þetta sé þessu vindu meiri þjóta, það voru Kínverjarnir og Trump gat ekkert neitt komist lengra með þá. Nei, þeir höfðu náttúrulega þarna krók á móti bragði í hvað ég að segja, svona sjaldgæfum málmum sem Já. mjög mikilvægir. Akkúrat, þannig að þeir höfðu bara þannig stöðu að töldu sig ekki þurfa að standa í einhverju svona vesinni. Já, mér skilst að Trump, ég veit ekki hvort það væri þessar heimsókn eða hvað, hann hefði sagt að Xi væri mesti leiðtogi sem Kína hefði nokkuð tíðan haft. Hefur nokkuð frést af því að Xi hafi sagt við Trump að Trump væri mesti leiðtogi sem Bandaríkjamenn hefði nokkuð tíðan haft? Nei, ekki manni nú eftir því að hafa heyrt það nýslar og eflaust ef hann hefði sagt það þá myndi það nú örugglega ekki vera birt í kínverskum miðlum því að þetta nú bara fáránlegt. Almennt álit Kínverja á Trump nú ekki mjög hátt. Já, segðu okkur aðeins frá því svona, hver þjóðarsálin í Kína gagnvart Bandaríkjunum og Trump og slíku? Já, þjóðarsálin Kína hefur nú almennt verið svona frekar jákvætt gagnvart Bandaríkjunum, má alveg segja það þannig, þó að auðvitað þjóðirnar séu ofta að elda grátt silfur saman, en það má segja að svona almennt séð svona lengst af skulum við segja hafa Bandaríkjur verið frekar haft jákvæð ímynd í Kína. Virðing gagnvart Já, það svona virðing akkúrat, já, og svo náttúrulega bara, þetta náttúrulega stærsta heimsveldi hvort sem það efnahagslega eða hernaðarlega og það auðvitað borin ákveðið virðing fyrir því. En Trump sem persóna, ég held að hann náttúrulega mjög ólíkur frekar gráum kínverskum stjórnmálamönnum og allt svona í hans fari náttúrulega bara eitthvað sem að Kínverjum finnst alveg með ólíkindum og ekki svo sem bara þeim heldur í mörgum öðrum og þannig að þetta kannski svona menn finnst þetta vera aðeins svona merki svona hnignun Bandaríkjanna skuli kjósa svona mann runni. Það svona það sem dálítið og það svona dálítið áberandi í orðræðinni að þetta sé að þessi lönd séu að mætast á miðri leið hann að uppleið og hitt á niðurleið. Og það kemur nú mikið fram í bara ræðum orðum ráðamanna þar og í svona almenningur held ég að trúi því líka. Já. Hvort sem að það rétt eða ekki. Já. Aðal svona, hvað maður segja, þrætueplið milli Bandaríkjanna og Kína hefur verið Tævan. Og ég heyrði nú ekki að það hefði verið eitthvað sérstaklega á dagskrá þarna og ég veit það ekki hvort þetta var eitthvað rætt og ég ekkert viss að sé vitað almennt. Það komu eftir þessa heimsókn þá komu gáfu löndin frá sér mismunandi tilkynningar og svona og í bandarísku tilkynningu var ekkert minnst Tævan, ekki orði. En í kínversku útgáfunni þá var dálítið talað Tævan, þannig það var greinilega ekki alveg hvort það ekki sami skilningur eða sama áhersla bara á milli þeirra þegar kemur Tævan. Þannig að það kom eiginlega staðfesting að Xi hefði rætt þetta við Trump. Já. Og þetta virðist hafa verið rætt, það ekki nokkuð spurning það Já. En það væri sjálfsög skrítið annað heldur en að Xi reyndi að koma framfæri sínum skoðunum við Trump. Algjörlega og hann virðist hafa gert það töluvert bent á að þetta væri svona til framtíðar litið þá geti þetta verið við átakapunktur og löndin styrkt að varast það kannski verið að vara við svona sérstaklega að lyfta ekki undir sjálfstæðis svona áherslur Tævana
Já, Og sem er annað svo sem slíkt búin að vera svona standardræða hjá Kínverjum svo sem já, við já, alla. já, og hérna líka bara þetta með vopnasölun og annað slíkt sko sem er svona kannski hafa verið að nefna við hann. Já. En sko, við minntust daginn á þessa þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna, eða þessi skýrslu sem var gefin út. Og þar var bara ekkert að sjá það að Bandaríkin litu á Kína sem sinn aðal andstæðing eða aðal samkeppnisaðila. Og svona bara eins og Trump hefur nálgast þetta mál, þá getur maður ekkert annað heldur en spurt, býttu, Trump kannski bara nákvæmlega sama Tævan? Biden sagði, það var reyndar þrýst á mikið, hann sagði að Bandaríkjamenn myndu koma og verja Tævan ef að Kína myndi ráðast á Tævan. Það kæmu Bandaríkjamenn til varnar. Trump hefur ekki sagt neitt slíkt og mann grunar að hann hafi engan áhuga í að gera það. Og það væri jafnvel hægt að sko segja hann, já, við gerum bara hérna þessa díla og á móti þá leyfir þú okkur að taka yfir Tævan. Og tilfinningin er eiginlega að hann gæti bara verið mjög til í eitthvað slíkt. Hvað heldur þú? Já, ég held enda sko þessi þjóðaröryggisstefna sem var sett fram, þetta er nú kannski meira svona bara þjóðaröryggisstefna maka hérna, heldur en kannski Bandaríkjanna per se, en það var allt í einu einhvern veginn í það áttina sko. Ég held að þetta sé nú ekki svona almennt þess að Bandaríkjamenn, án svo að ég sé nú sérstakur hérna sérfræðingur bandarísk stjórnmál eða hvernig Bandaríkin fungera svona í alþjóðamálum, en hérna maður svona hefði á tilfinningu að þetta var nú kannski ekki alveg það sem svona bæði almenningur Bandaríkjunum og svona megin svona straumur bandarískra pólitíkusa það kemur utanríkismálum hugsi. En hérna, en sko, já, ég meina Trump er náttúrulega bara þannig að hann hérna virðist fyrir góðan díl að þá virðist hann vera tilbúin til að gera hvað sem er og hann náttúrulega er ekkert að spara stór orðin oft þegar hann er að tala um Tævan. Segir að hérna þeir verði allt og litlu til varnarmála og hérna og hafi stolið hérna flögu iðnaðinum frá Bandaríkjunum sem hann er óþreyttur að minnast á. Þannig að samkvæmt því þá virðist að vera hérna nokkuð sama Tævan ef maður tekur þau orð bara svona eins og koma beint á skepnunni. En hérna en sko það er náttúrulega samt náttúrulega þarna Trump er nú ekki einráður, það er nú ekki orðið þannig til allar hamingju og það er náttúrulega sterkur hérna svona í öllum kerfinu í Bandaríkjunum held ég sé nú sterk hérna andstaða gegn því sko að hérna allavega að yfirgefa Tævan algjörlega. Já, gefa það bara upp á bátinn. Já. Ég hefði nú haldið það sko hérna og það má segja að hérna þau sé nú ennþá töluvert sterk sko þó þetta sé náttúrulega maður sé náttúrulega alveg greinilega mun á Trump 1 og Trump 2 sko þetta er tímabilið því að náttúrulega þegar fyrra kjörtímabilið Trumps þá náttúrulega hafa hann náttúrulega þetta svona þessa hérna hefðbundnu repúblikana með sér. Já. Hann var með svona alvöru ráðherra eins og það varnarmálaráðherra var Jim Mattis sem var sko hershöfðingi áður og svoleiðis sko alvöru maður. Já og hérna þetta er náttúrulega bara hérna svona og innsta búri hérna innstu koppar í búri í repúblikanaflokknum sko og ekki síst sá svona bara menn sem voru mjög harðir gagnvart Kína en svo verið stefnilega núna á seinna kjörtímabilinu og þá hérna þá er alltaf búin að ræða í kringum sig þessum jámönnum og mikið af þessum maka fólki sko því er eiginlega alveg, ég held að þessi alveg nákvæmlega saman Tævan eða þessa vinaþjóðir sko sem að hérna Bandaríkin hafa haft verið í samstarfi við, ég held að þeim hérna þessi nákvæmlega saman það sko. Þannig, já, þetta er nefnilega orðin tóltið þannig að það er svona gagvart allavega fyrir Tævan og öðrum löndum hann í Suðaustur-Asíu eða Austur-Asíu og Suðaustur-Asíu þá var þetta hérna kannski geti vel verið að einhverjir svona það eru örlítinn óbeig svona eftir þetta allt saman. Já, sko þetta er nefnilega hérna spurningin. Já, í fyrsta lagi sko þetta er svolítið skrítið eins og þú segir að Trump virðist virða mest sko einræðisherra heimsins jafnvel svona litla einræðisherra eins og hérna í Norður Kóreu. Já. En Putin og Xi hann virðist hérna líta mjög upp til þeirra. Já.
En sko, já, það hljóta fleiri að fá þessa tilfinningu heldur en bara ég og þú að hún kannski kunni að vera bara nákvæmlega sama Tævan og hann eiginlega að segja það við sína bandamenn næst sér, hvort sem það Kanada eða Evrópu að honum svona meira minna sama þá. Og þá spurning hvernig líður Japan og Suður Kóreu? Það hljóta að vera einhverjir að pæla þar að býttu, var hann bara til í að gefa okkur upp á bátinn fyrir eitthvað? Business eða, ég tala ekki að hans ein fjölskylda getur fengið businessin. Erum við bara í þeirri stöðu? Og hvaða fleiri lönd eru þarna? Filippseyjar og ég veit ekki alveg hversu náin samskipti eru milli allar þessar landa þarna við Bandaríkin. Það náttúrulega fullt af löndabandi kringum Kína, Víetnam og Tæland og all þessi lönd. Já, það svona það hefur verið þannig svona undanfarið að mörg þessar landa eru svona farin að átta sig kannski betur á því að Bandaríkin eru ekki kannski eins traustur vinnur eins og var talað þannig að þau eru svona að reyna að hafa góð samskipti við bæði Kína og Bandaríkin og það náttúrulega lönd sem eru þar eins og til dæmis eins og Tæland til dæmis og Víetnam náttúrulega líka sem að auðvitað hefur Víetnam náttúrulega haft gott það verið svona í ástur sambandi við Kína, þeir eru náttúrulega nágrannar Kína og eru auðvitað, þú veist, bræður maður orðað þannig, þetta er náttúrulega allt kommúnistaflokkar sem stjórna þessum löndum en hafa svona eru smá skeptískir í gagnvart Kína, þetta er náttúrulega hafa berjast við þá í árþúsundir. Þannig að jú, það er svona, en þessi lönd eru öll svona frekar finnst manni að þá hafa metið það þannig að þau þurfi bara raunlega að eiga góð samskipti við Kína og staðan þannig, finnst manni. Filippseyjar svona dálítið annað öðruvísi dæmi, þeir auðvitað hafa svona kannski verið svona í fremstir í þessum deilum í Suður-Kínahafi. Og auðvitað sú deila, hún hefur áhrif á mörg lönd en það er kannski helst Filippseyingar sem hafa svona helst fundið fyrir því og þeir hafa verið svona í fremstu víglínu hvað það varðar og þannig að þeir þurfa að treysta alveg mikið á Bandaríkin. En náttúrulega það er spurning hvort að þeir fara með þessa hagsmuni upp á nýtt og eins og segja. Og nefndi náttúrulega líka Japan og Suður Kóreu, spurning hvað þessi lönd gera. Japan er náttúrulega mikið að hugsa sín mála eins og við þekkjum og jafnvel komin upp umræðum, þú veist, hvort að þessi lönd, hvort að þau hreinlega fá sér að ná sér í kjarnakóvopni eða hvað sko. Já, það var eiginlega það næsta sem ég ætlaði að segja. Er ekki bara, blasir ekki við að fyrir þessi lönd sem, ef þau meta að þannig get ekki treyst Bandaríkjunum, að þá er næsta skref að koma sér upp kjarnorkuvopnum. Japan, Suður Kórea og jafnvel einhverjum fleiri. Já. Og þessi lönd náttúrulega væntir að hafa alveg getur til þess, þau eru náttúrulega nota kjarnorku í friðsælum tilgangi mikið og þannig að ætti ekki að vera stórmál. Já, og náttúrulega mjög innvædd og tæknivædd þjóðfélög eins og Japan. Einmitt. Og í sjálfum sér kæmi mér á óvart ef það var ekki þegar farið að vinna þessu. Já. Þetta er náttúrulega ekki auglýst opinberlega og eins og ég segi, það kæmi mér á óvart annað heldur en að Japan og væntanlega Suður Kórea líka sé ekki byrjuð að vinna eitthvað prógram á þessu sviði. Já, ég held að þau verði eins og Japan sérstaklega sko, ég held að þeir verði náttúrulega bara að fara og hafa svona verið að gera það kannski með nýjum forsætisráðherra að þeir verði náttúrulega bara að fara að hugsa hlutina dálítið mikið upp á nýtt. Þeir náttúrulega auðvitað þegar kemur að kjarnorkuvopnum þá kannski eðlilega eru þau svolítið hikandi. Já. Í ljósi sögunar, skulum við segja. Í ljósi sögunar. En það er náttúrulega bara komin upp ný staða og þannig að þú veist, það er alveg spurning hvort að þessi lönd verður ekki fara að skipuleggja og endurskoða sína afstöðu, gagnvart ýmsra mála. Og fyrir Suður Kóreu er þetta kannski ennþá meira augljóst. Já. Því að það er Norður Kórea þarna hinum megin og Norður Kórea er komin með kjarnorkuvopn. Þeir eru nefnilega komið með kjarnorkuvopn og töluvert aðeins. Það er alveg ótrúlegt sko. Þannig að þetta er ekki bara einhver 1-2 sprengjur, heldur virðist vera töluvert saman. Þannig að það er náttúrulega bara alveg stórhættulegt þetta. Já. Það veit náttúrulega ekki svo sem hvað virkar mikið af þessu. Mér skilst það í þessum fallbyssukúlum sem Rússar fengu frá Norður Kóreu. Já.
að þá svona springi önnur hvor. Já, það er svoleiðis, já. Svona cirka helmingur var leið. Já, akkurat. En já, það er saman, það er ekki nema önnur hver að springa. Já, þú bara skýtur þá tvöfalt meiru og nær saman árangri. Slæmt mál, það er bara þannig. Já. Og hérna, Já, þannig að varðandi Tævan, sko, það er auðvitað erfitt mál eins og fyrir þá, en sko, ég held að Tævan svona hugsa þetta nú, verður nú kannski líka að hugsa alltaf strategískt, sko. Það vakti nú athygli mína sem að reyndar kom nú ekki mikið fram í fjölmiðli að flokksformaður stjórnarandstöðu flokksins í Tævan, gamla óvina flokks kommunistana, Kuomintang-flokkurinn, sem er á sínum tíma hröktu frá meginlandi Kína, töpuðu í byltingunni og stjórnuðu Tævan lengst af. Flokkur Chiang Kai-shek. Flokkur Chiang Kai-shek. Það kom ný forystukona þar sem er svona mildari gagnvart Kína. Og hún einmitt sótti Kína heim bara núna fyrir einhverjum mánuðum síðan. Og hitti sí og það var náttúrulega mjög sögulegur fundur mörgu hluti. Ekki oft sem að hafa gefist tækifæri fyrir þess að miklu óvinna flokka að hittast, forsvarsmenn þeirra. Og hún var svona, það var augljóslega, sko, maður svona haft á tilfinninguna í Tævan, það væri svona meir og meiri, það var meiri þróun í átt til sjálfstæðis og sjálfstæðissinnar væri svona kannski hefðu yfirhöndina. En það er flokkur sem að, held ég, lengt og ljóst er fylgjandi sjálfstæði í lokin, hann er nú í völd og er náttúrulega mikið horn í síðu auðvitað kommunistflokksins. En að þessi manneski skildi fara yfir sundið og heimsækja Kína, það var svona dálítið athyglivert og hún virtist að fara bara vel á með þeim. Já. Þannig að maður svona líka velti fyrir sig hvernig staðan er innan Tævan, sko, varðandi þessi mál, hvort að menn kannski hugsanlega þurfa að endurskoða eitthvað hlutinu þar og það er svona, sumir segja að það þurfi bara að bíða af sér sí og hans kynslóð. Því að yngri kynslóður í Kína séu kannski ekkert endilega með þetta sem einhvert forgangsverkefni. Og þannig að þetta er svona auðvitað áhugavert og kannski, já, það er kannski spurning bara að reyna að bíða hlutin af sér og reyna að komast hjá ófriði. Já. Telurðu ykkur líkur að Tævan fara þróa kjarnorkuvopn? Ég bara get ekki ímyndað mér að það er þá gerast í mjög miklu undir mjög miklu leyndarhjúp því að ég get ekki ímyndað mér að Kínverjar myndu sætta sig við það ef það er gert. Já, einmitt. Ég met það líka þannig. Það verður nánast eins og að gefa skotleyfi á sjálfan sig, sko. Já, algjörlega og það bara yrði svona svipað eins og Kúbudeilan, sko. Hugsaði ég. En varðandi þetta, sko, að það vofi yfir bara Kínverjar geti reynt að taka Tævan yfir. Það voru einhverjar kenningar að á einhverju vissu afmæli þá gætu Kínverjar hugsa sér að miða við það eða hvað? Það var svona, sko, það er einhver leyniplagg sem að Bandaríkjamenn höfðu upp á sem sagði það að sí hefði skipað hernum að vera tilbúin að taka yfir Tævan á afmæli kínverska alþýðuhersins sem er á næsta ári. Og ég held að það sé nú bara þetta er nú bara svona, ég held að það sé nú ekki mjög óraunhæft núna eins og staðan er núna í Kína og í þessum heimsmálum. Hvaða afmæli er þetta? Þetta er 100 ára afmæli kínverska hersins. Já, það er 2027. Það er 2027, já. Við getum ekki farið langt í þá sögu í þessu stuttarspjalli okkar en mjög áhugaverð saga samt en kannski ekki við getum fallið hana síðar en sko kínverski herinn náttúrulega bara ekki neinu ástandi núna til þess að gera neitt, það er náttúrulega búið að reka og taka af alla toppa hersins og svo náttúrulega ætti nú bara þessi hvort sem það er Úkraínustríðið eða Íransstríðið að vera víti til varnar. Menn sjá það að það er ekki bara, það er ekki nóg að einhver stór her eða stór þjóð fari í einhver stríð og það sé bara unnið á einhverjum dögum, það er sko fjarri því. Já, einmitt. Já, það tala það að Kínverjar horfi mjög vel á hvað er að gerast í Úkraínu, einmitt út frá svona áhættumati á því að ráðast inn.
Já, svo bara þarftu ekki að lesa hérna hernaðarlist Sun Tzu til að hérna sjá bara hvernig þeir hugsa hvað þessi mál varðar. Þeir ahna ekki að neinu og helst bara, ég meina einhver lykilsetning í ritinu sé það besta stríð það sem að vinst án hernaðar. Já, einmitt. Akkurat. Þannig að þetta svona dálítið þeirra hugsun held ég þegar kemur þessum málum. Já. Einmitt. Herðu, eitthvað við þetta bæta eða ég segja þetta gott? Heimsókn Trump til Ég held Kína. að þetta sé svona hérna nokkurn veginn það sem en það náttúrulega bara endur taka það sérst að þetta áhugavert með þessa heimsókn að hérna hvað hann fékk góða viðtökur sem að svona ég áttar maður ekki alveg á að hverju var verið að gera þetta allt fyrir en vantarlega vegna hégóma kynjas náttúrulega bara almennt en svo kom óskaplega lítið út úr þessu og runni bæði það sem að hann hafði vonast eftir og Kínverjar hafði vonast eftir ég held að ekkert af því hafði runni og einhverju samningar náðust en það var eitthvað Já, samningur 200 Boeing-vélar, það reyna sig mann eftir. Já, svo örugglega hafa þeir munið kaupa eitthvað af sojabönum sko frá Bandaríkjunum sem náttúrulega eru þetta mjög gott fyrir Trump því að bændur náttúrulega í Bandaríkjunum eru stuðningsmenn hans. Já. Og eitthvað svona, en þetta eitthvað alveg þetta samt mjög lítið held ég og þannig að þessi heimsókn virðist ekki hafa skilað miklu fyrir hvorun aðila. Nei, akkúrat. En við skulum segja það bara gott núna. Já. En við ætlum að taka annað spjall heimsókn Pútins til Xi. Það verður bara gaman að spjalla við það. Já, og þá ætla ég kannski muni eftir að tala aðeins með þennan fána sem hérna fyrir aftan mig. Já, akkurat, ég er spenntur að heyra söguna bak við hann. Já. En við segjum þetta gott núna. Já, ljómandi. Takk fyrir. Takk.